komið að desember stjörnuspá eða lesum fyrir vatnsbera. Svo ég gamdi á nokkur smáatriði. Þetta praktíska að ef þú tengir ekki við lestunum þitt, merkið þitt, það er þessi fæðingamerkið þitt, sólarmerkið þitt, þá mæli ég með því að skoða önnur merki úr stjörnukortinu þínu, sérstaklega rísandi merkið þitt eða tunglmerkið þitt. Eins ef það er eitthvað merki sem kemur kannski oft fyrir í stjörnukortinu þínu, þá gæti það átt betur við þig. Ég vinn í flæði og það eru svona viss atriði sem eru mjög sveigjanleg, mjög flæðandi, sérstaklega eins og aldur, nákvæmar staðsetningar, tímasetningar, kyn, náin sambönd, speglanir. Skulum ekki festa okkur of mikið í þeim smáatriðum, þannig að ef að lesturinn á við þig að mestu leyti, þá hagræðirðu smáatriðana þannig að þau henti þér, en jú, vissulega innan skynsamlegra marka. En þá skulum við byrja og við skulum byrja að fá að vita hvaða vatnsbera ég er að lesa fyrir. Fáum uppákomur og áskoranir í desember fyrir vatnsbera. Fáum leiðsögn fyrir vatnsbera. Og fáum niðurstöðu fyrir vatnsbera. Og það sem er vatnsberan hulið, en hann hefði gott að ég fá betri einsinn inn í, vil ég fara hér neðst í stokkinn. Ok, frábært, takk. Vatnsberan sem ég er að tala við, það er svona ýmislegt í gangi finnst mér, sérstaklega hvað varðar sambönd eða vináttur í lífinu. Þetta getur verið hvernig samband sem er, hvort sem við erum að tala fjölskyldubönd, náin vinabönd, þetta er svona pínu, kannski lyktar eins og business partners. Og það er svona eins og, mér finnst þess að það sé eitthvað svona nýtt tækifæri í boði sem er mjög spennandi. En ef þú þiggur það, þá gætir þú þurft að skilja við eitthvað sem er búið að reynast þér mjög gott, hvort sem það er vinnan þín eða eitthvað samband, eitthvað vinátta, eitthvað samstarf sem að þú þyrftir þá að skilja við og sleppa tökunum á og getur ekki tekið með þér áfram. Núna þá finnst mér eins og þú sért svolítið í því að reyna að fá bæði. En það er eiginlega bara ekki í boði og þú veist það. Og þú verður að taka mjög sjálfstæða ákvörðun fyrir þig hér út frá sjálfu þér. Af því að mér finnst að hluta til eins og að þú viljir halda í þetta gamla af því að af ykkur skyldurækni við aðra einstaklinga. Þú veist, jú, þetta er ákveðin hluti af þér sem vill þetta gamla. En það er líka, finnst mér eins og að sé annað fólk sem er svolítið að reyna að halda í þig og það togar alveg sterklega í þig.
En hér þarftu að taka mjög sjálfstæða ákvörðun og alls ekki út frá því hvað öðrum finnst eða aðrir vilja, heldur algjörlega út frá þér. Og áskorunin að það eru mjög stóri draumar á bak við þetta og þú ert vatnsberi. Vatnsberinn sá sem að tekur frá sjálfu sér og gefur til annarra og tekur frá öðrum og gefur sjálfu sér. Vatnsberinn heldur alltaf þessu stöðu og flæri og jafnvægi þar á milli. Og það er það sem mjög nauðsynlegt fyrir vatnsberann að halda í og halda sig við. Að hafa alltaf þetta jafna, gefa, þiggja, samband alls staðar í kringu sig. Líka gagnvart, ekki bara nánum samböndum, heldur gagnvart vinnunni, því sem þú gerir. Þannig þjónar þú best heiminum og samfélaginu. Með því að vera bara algjörlega í essinu þínu og sönn sjálfur þér eða sannur. Ég finn að þú sérð ekki fyrir endan á verkefnunum sem í gangi núna, en vittu til að þó þú sjáir ekki fyrir endan á þeim, þá samt þetta erfiðasta búið og það mjög skýr farvegur fyrir þig. Þú ert ekki að búa þér til einhverja nýja leið. Þetta ekki ótroðin slóð sem þú ert að fara. Það búið að leggja svona ákveðna leið fyrir þig. Þannig að þú getur haldið áfram þrátt fyrir ákveðna óvissu og þrátt fyrir að upplifa sjálfa þig kannski svolítið berskjaldaðan. Þig langar að mörgu leyti til þess að hafa einhverja tryggingu, eitthvað öryggi, en það gefst ekki. Þannig að þú þarf svolítið mikið bara að treysta á þig og hafa trú, hafa sjálfsöryggi fyrir það. Ég veit að þig langar til að hafa einhverja tryggingu fyrir að þetta gangi vel, en þú færð það ekki. En þessi óvissa, hún megin áskorunin þín núna. Það mun plaga þig svolítið. Þannig að þá svo mikilvægt fyrir það að treysta á sjálfan þig. Leiðsögnin þín, aftur, treysta sjálfan þig og muna að það þú sem að skapar þína veröld í einu og öllu. Þú hefur öll verkfærin sem þú þarft til þess að skapa það sem þú vilt. Gera heiminn þinn heim eins og þú vilt hafa hann. Þú þarft bara að muna hvernig þú átt að nota þau. Og þá, eins og ég sagði, þú gerir langt um því mest þegar þú ert einlægur og samkvæmt sjálfur þér. Þá getur þú gert allt, þú getur skapað fyrir þig, þína heimsmynd. Þú verður að treysta sjálfur þig, innsæja þitt, hjartað þitt og magatilfinninguna og þessu mun fylgja mjög mikil gróska. Leyfðu þér að líka njóta svolítið sköpunargáfunni hennar. Þú átti til að detta svolítið í ofhugsun og rökhugsun og einbeita svolítið að þessu huglæga. Leyfðu þér að leika þér og vera skapandi, ekki gleyma því. Niðurstaðan að þetta mun hrófla mikið við tilfinningalega lífinu og freistingin til staðar að halda sig í þessu gamla fari eða gamlu vinnu eða hvað það nú af því það það sem þú þekkir. Það það sem að þú hefur tryggingu, þú veist að hverju gengir í gamla ferinu. Þar hefur trygginguna sem þú hefur ekki fyrir þessu nýja og það þægilegt og það hluti af þægindarammanum og það svo auðvelt að frestast þess að halda sig inn í þægindarammanum. En ef þú ferð áfram, ef þú ferð út úr þægindarammanum, já, það mun hrista svolítið til í kringu þig, bæði þínu tilfinningalífi og eitthvað í fólkinu í kringu þig sem að
mun nú pota og pikka og reyna eitthvað að gagnrýna, en þú verður bara að halda þig á þínu striki, ekki taka mark á því og beita ástríðunni algjörlega á vopni. Ef þú virkilega hlustar á innsæðið þitt og hjartað þitt, þá finnur að ástríðan mun leiða þig áfram og í gegnum þennan þægindaramma sem þú ert að reyna að brjóta þig úr. Ef þú virkilega lítur inn á við og finnur hvað þú og hjartað þitt vill, þá segir það þér að halda áfram út í þetta nýja, þrátt fyrir að sé pínu óþekkt og þrátt fyrir að hafa ekki tryggingu. En þetta mun hrófla mikið við tilfinningarlega lífinu þínu. Þið langar alltaf svo mikið til þess að geta tekið þetta á hugaraflinu og þekkingunni. Þið langar svo til þess að vita allt fyrirfram, en það er bara ekkert alltaf í boði. Maður þarf stundum að taka stórar ákvarðanir og velja þrátt fyrir að vita ekki allar staðreyndir. Maður þarf svolítið að treysta að maður sé í réttum farvegi sem þú ert, og aftur kemur, ef þú lítur inn á við, þá finnur að þú hefur stuðning til þess að fara eftir þessum farvegi sem er verið að leggja fyrir þig. En vissulega mun þetta hrista aðeins til hlutunum og mögulega skapa erfiðleika í samskiptum tíma. Bara í hvert skipti sem við förum þessa leið að brjótast út úr þægindarammanum og stækka okkar heimssýn, þá eru alltaf einhverjir sem að ögrast. Bara fyrir það að við erum að breyta okkar ímynd, okkar lífi, og þeir sem að vilja halda okkur eins og þau þekkja okkur, við ögrum þægindaramma annarra, já, það verða erfiðleikar samskipti fyrir vikið. Og það er ekki þarna sagt þessi illa meint eða að viðkomandi vilji ekki að þú þroskist og þróist til góðs. Það er einfaldlega bara það að þau verða hrædd. En það er ný hringrás að byrja hjá þér. Mjög stór og örlagarík hringrás sem er mjög ánægilegt að sjá. Skulum fá aðeins smá hér einsins. Þú ert skaparinn í lífinu. Þú hefur alltaf val. Það besta sem þú gerir í þessari stöðu er að vera samkvæmt sjálfum þér og einlægur í þínu, sannur eðlinu. Það er verið að biðja þig að gefa eftir inn í þennan þroska sem er til staðar fyrir þig. Prófa að horfa á heiminn svolítið öðrum augum ef þú ert vön eða vanur. Og gefa eftir og ekki streitast á móti. Mæta erfiðleikanum og umbreytingunni með kærleika og ást. Þetta getur verið mjög Þetta er mjög andlegt ferðalag fyrir þig. Þetta er mjög svona stórt skref í þínum andlegum þroska og þá sérstaklega sko þessu sálræna, þessu sem við erum að gera hér. Þetta mun færa þig nær þínu æðra sjálfi og veita þér mun djúpstæðari þekkingu á þér sem andlegri veru. Einmitt með djúpstæðari þekkingu og svona eflir leiðsögnina í lífinu. Þá þarftu virkilega að horfa inn á við. Þetta er mjög áhugaverð leið sem er verið að ýta þér út í. Ég ætla að taka þetta heim saman með einu spil úr Mystical Shaman orðkórsakkinu.
tré lífsins. Fletta því hér upp, skilaboðin sem fylgir því. Tré lífsins. Tré lífsins heilagt tákn alls staðar á heiminum og táknmynd bæði móður jarðar og föður himins þar sem ræturnar fara djúpt ofan í jörðina sem að táknar þar að auki undirmeðvitundina á meðan að greinarnir teygja sig hátt upp í himinin til föður himins sem og uppsprettu örlaganna. Það að vera heill í lífsferð sinni, í vegferð sinni, að hafa bæði djúpar rætur og háar greinar. Að vera hátt tré en með grunnar rætur, það fellir okkur koll við fyrsta vindhögg. En tré með djúpar rætur stenst hvaða störf sem Þetta snýst mikið að finna jafnvægi í lífinu og að kanna og skoða hvernig maður bregst við í atferli, í hugsun, í tilfinningu. Ef þú ert of hugsandi í fantasíum og dagdraumum, þá þarftu að tengja meira inn í líkamann, í núið og í fysiska líkamann. Rétt eins og ef þú ert komin í fasta rútínu sem ákveðna stöðnun og sérð ekki fyrir þróun í lífinu, þá mjög mikilvægt fyrir þig að opna faðminn og leita til himinsins. Leyfðu rótunum þínum og greinunum að vera í samræmi við það sem hjartað þitt og innsæðið þitt vill. Finndu jafnvægi bæði í jarðtengingu og himintengingu við móður jörð og föður himin. Það sem ég sagði við áðan, kæri Vatnsberi, að þú gerir langt og við mest og langt og við best fyrir sjálfa þig og aðra þegar þú ert í jafnvægi, þegar þú ert heiðarleg og einlæg og samkvæmt þínu sannasta eðli. Því að það, kæri Vatnsberi, svo óbúslega dýrmætt í þér að því að þú vinnur svo djúpt á bæði samfélaginu, nærumhverfinu og sjálfu þér. Vatnsberinn einstakur, finnst mér alltaf þannig og ég ákveðinu uppáhaldi hjá mér. Þið gefið svo óbúslega vel, en þá þurfum við líka að þiggja vel og muna að sinna ykkur sjálfum, vera þiggjandi á lífið og það sem það hefur að bjóða, að þannig getið þið gefið enn betur af ykkur út í heiminn, út í samfélagið. Þá þessari lesson lokið. Ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem að þurfa á þeim að halda. Vona að þau nýtist og geri gagn. Þá segi ég bara takk kærlega fyrir mig og þar til næst.